Komið þið sæl. Pétur S. Jarason heiti ég og ég ætla að ræða aðeins við ykkur barnabækur. Þetta svona hugsað sem inngangsfyrirlestur í áfanga sem ég er með og fjallar einmitt barnabækur. Ég ætla að velta því aðeins upp hvað er barnabók og síðan fara svona stuttlega í sögu barnabóka eða svona allavega upphafið. En reyndar er það sem ég hef að segja hérna, það er svolítið miðað við okkar heimshluta. Þannig að það getur verið spennandi rannsóknarverkefni að kynna sér hvernig hlutirnir eru annars staðar á jörðinni. Krakkar eru skapandi verur, börn búa yfir miklum sköpunarmætti og stundum óska ég þess að ég væri jafn skapandi og ég var þegar ég var 5 ára. En já, aftur á móti spurning hvort að það væri gott fyrir umhverfið. Ég man til dæmis eftir því að það var drullumallað húsið þegar við vorum heima hjá mér og þegar ég var 5 ára þá var ég í pössun hjá frænku minni og þar lærði ég að lesa og skrifa og við bjuggum til alveg heilu ævintýrin. Annað dæmi sem ég langar að nefna það er af fósturdóttur minni. Ég á mjög fallega myndskreytta bók sem að hún skrifaði og gerði þegar hún var í grunnskóla, það hafi ekki verið í 3. bekk. Sagan heitir Litla fræið og er bara býsna vel gerð miðað við hvað höfundur var ungur þegar bókin var samin og sett saman. En þessu til viðbótar þá ætla ég að nefna söguna því hvernig rithöfundur Gyrðir Elíasson fékk hugmynd að sinni fyrstu skáldsögu. En hann var orðinn fullorðinn þegar honum var afhent bók sem var saumuð og þannig fékk hann hugmyndina. Þessi saumaða bók, útsaumaða bók, hún hét akkurat Gangandi íkorni og hann hafði saumað hana á saumavél móður sinnar. En spurningin er, hvað er barnabók? Er barnabók bók sem er skrifuð barn? En það þarf kannski ekki endilega að vera. Ég veit margar bækur sem eru skrifaðar börn og eru alls ekki barnabækur. Ég gæti til dæmis minnst á Blikktrommuna eftir þýska rithöfundurinn Günter Grass. En hún fjallar Óskar sem að ákveður það þegar hann fær blikktrommu í afmælisgjöf þegar hann verður 4 ára að hann ætli sér að hætta að stækka og vera bara alltaf 4 ára. Hann fær draum sinn uppfylltan og hættir bara að stækka. Hann er dvergur sem sagt. Þetta er alveg dásamleg bók og það var gerð bíómynd eftir henni en þessi bók er alls ekki ætluð börnum. Þá má svo sem alveg nefna skáldsögur Péturs Gunnarssonar, ... Ég mig frá mér til mín. Og þær sem hafa verið nefndar andrabálkurinn, ég held að þessu 4 eða 5. Þær eru ekki skrifaðar sem barna- eða unglingabækur, en stíllinn á þeim er bara svo skemmtilegur að það er sem sagt sló í gegn á sínu tíma og voru mikið lesnar á meðal barna og unglinga. Ég er jafnvel enn þann dag í dag. Þetta minnir á ákveðinn misskilning sem er í gangi teiknimyndasögur, en allar teiknimyndasögur, það er að segja að allar teiknimyndasögur séu fyrir börn. Og þegar maður ná ákveðnum aldri, þá þroskist maður upp úr teiknimyndasögum. Mér var einu sinni kennt þetta og þegar ég komst á unglingsaldur, þá fór ég að skammast mín fyrir að hafa gaman af því að lesa Sval og Val og Lukku-Láka og Tinna og Ástrík og allar þessa vini mína. En sem betur fer þá komst ég reyndar yfir þetta og ég veit ekkert skemmtilegur í dag en að detta inn í góða teiknimyndasögu fyrir jafnvel á bókasöfn eða les teiknimyndasögur í bókabúðum eða kaupi jafnvel teiknimyndasögur. Og það er svo sem allt í lagi þá. Það má alveg detta inn á bókasafn þó maður sé ekki með bókasafnsskírteini og það er alveg leiðilegt að lesa bækur á bókasöfnum. Og svo var ég að heyra það daginn að Andrésar andarsyrpurnar að þær væru eitthvað besta lesefni sem að börnum væri boðið upp á vegna þess að þær væru þýddar á svo mjög kjarnyrta íslensku.
En ég get gert tilraun til þess að svara spurningunni það sem sagt hvað sé barnabók, en ég svari henni reynda bara mjög almennt og mitt svar bara það að barnabók bók sem hæfir þroskastigi barna, börn lesa eða lesin fyrir börn. Einfaldara getur það nú varla verið. En saga barnabóka, hvenær fóru menn að skrifa barnabækur? Það á Íslandi gerist það 1780, en það svona spurning með heiminn, út í heimi, og 19. öldin svona gullöld skáldsögunnar í Evrópu, í Bretlandi, og eina sögur frá 19. öld Lísa í Undralandi og svo framhald hennar sem Lísa í Speglalandi. Við þekkjum flest Lísu í Undralandi, en það eru færri okkar sem hafa lesið Lísu í Speglalandi. Hún heitir á ensku Through the Looking Glass og alveg dásamleg lesning. Ég mæli með henni. Verst að hún skuli ekki hafa verið þýdd á íslensku. En það gerðist þarna einhver tímann á þessu tímabili að það komu fram bækur sem voru sérstaklega skrifaðar með börn í huga. Það segja börn sem lesendur, eða þá, já. En mér skilst það sé algengt í dag að höfundar segja börnum sínu sögur og ákveða seinna að skrifa þær niður. Þannig var það með Lísu í Undralandi, að höfundurinn sem var stærðfræðikennari í Oxford og tók sér höfundarnafni Lewis Carroll, hann sem sagt kynntist þarna þessari fjölskyldu, Liddell fjölskyldunni. Þar var hann heimilisvinur og heimagangur og sagði sem sagt börnunum á heimilinu þessa sögu, sérstaklega þessari ungu stúlku sem heitir Alice Liddell, og það sem sagt Lísa, og hann sem sagt gaf Lísu sögunar og áður en þær kom út í bók. Annars 19. öldin sannkölluð gullkista þegar kemur að bókmenntum og bókmenntum fyrir börn. Mörg klassísk verk þekkjum við sem koma fyrst fyrir sjónir almennings á þessum tíma. En í upphafi aldarinnar þar fara sem sagt þessir bræður, Vilhelm og Jakob Grimm, að fara að safna þjóðsögum og ævintýrum, og í kjölfarið þá fer í gang hreyfing út alla Evrópu þar sem þjóðsagnasafnarar fara sveitir og skrifa niður sögur og munnlegri geymd. Hér á Íslandi þekkjum við þjóðsögur Jóns Árnasonar, en úr safni Grímsbræðra þá eru náttúrulega þekktar sögur eins og sagan af Garðabrúðu, Mjallhvít, Þyrnirós, Öskubuska og fleiri. En því hefur líka verið haldið fram að góð barnabók sé líka góð fullorðinsbók. Ég held að enginn okkar andmæli því, allavega við sem höfum setið með barn í kjöldunni og lesið fyrir það. Við þekkjum þetta mæta vel. Þannig að mér langar til þess að minnast á bækur sem voru fyrst og fremst skrifaðar fyrir fullorðna, en urðu síðan barnabækur. Og það semst undir lok 18. aldar og á þeirri 19. að þá koma út mjög margar skáldsögur sem í þessum flokki. Það má til dæmis minnast á sögurnar Gulliver eftir Jonathan Swift. Við þekkjum Gulliver í Putalandi og Gulliver í Risalandi vel úr barnaefninu, en Gulliver fór líka í Hestalandið og svo ferðaðist hann á fljúgandi eyju. Þá saga Daniels Defoe Robinson Crusoe og hún byggð á sönnum atburðum úr samtíma höfundar, en eins og allir vita þá segir semst sagan sögu skipbrottsmanns sem fannst á eyðieyju í Kyrrahafinu eftir að hafa verið þar í mörg ár. En það má einnig minnast á fleiri sögur, en sem sagt þetta eru allt saman sögur sem eru skrifaðar fyrir fullorðna og við þekkjum kannski einfaldari útgáfu þeirra sem barnabækur. En hvert hlutverk barnabóka? Eiga barnabækur að hafa það hlutverk að skemmta börnum fyrst og fremst, eða eiga þeir að hafa það hlutverk að vera fræðandi, nema kannski hvort tveggja sé. Það í bæði að fræða og skemmta. Það göfugt markmið.
Ég held að við getum verið sammála um það að bækur og bóklestur mennti og þroski okkur sem manneskjur. Bóklestur gefur okkur innsýn í annan heim sem að vart verður komist að öðrum kosti. Við höfum reyndar í dag aðra miðla en samt erum við enn að segja sögur. Upplýsingamennirnir á 17. og 18. öld héldu því fram að markmið bókmennta og lista ætti að vera það fyrst og fremst að mennta fólk og ekki síst börn og ungmenni. Þeim var mjög uppsigað við ævintýrin, voru alveg á móti þeim. Magnús Stephensen og Hannes Finnsson, til dæmis, þeir frægir íslenskir upplýsingamenn, þeir fordæma ævintýri og segja að ævintýrin grafi undir óraunsæja óskhyggju. Með því að lesa ævintýri að þá festist við bara einhverjum ævintýri heimi og missum sjónar á því sem að máli skiptir og það er bara. En hins vegar er nú í dag þá eru flestir sem að andmæla þessu sjónarhorni og það er sálfræðingur sem heitir Bruno Bettelheim. Hann hefur skrifað bók um ævintýri. Þar segir hann að ævintýri sé það bil það besta sem að börn lesi. Hann segir að ævintýri hjálpi börnum að leysa úr vandamálum sínum. Vandamálum sem koma upp í þroskaferlinu hjá öllum manneskjum. Og í greininni Íslenskar barnabækur, sögulegt yfirlit, þar talar Silja Aðalsteinsdóttir kenningar Bettelheims og segir að þau séu það bil það hollasta sem maður ber á borð fyrir börn. Ævintýri kennir börnum að ekkert fáist án baráttu og ytri átök söguhetja ævintýranna endurspegli innri átök manneskjunnar á leið til þroska. Þannig að ævintýri taki raunhæft á vanda uppvaxtaráranna. Börn gera nefnilega greinarmun á skáldskap og raunveruleika. Þeim eins og reyndar fullorðnum líka er fantasían nauðsynleg. Í greininni þar gagnrýnir Silja að markvisst hafi verið reynt að draga úr ævintýrum tennurnar. Það er að fjarlægja alla blóðugustu kaflana. Þetta er merkileg þróun en ég get svo sem nefnt fyrir ykkur söguna Geitamömmu og kiðlingunum. Ég býst við að flest okkar þekki þau. En þar hefur úlfurinn ekkert lengur lyst á að borða kiðlingana heldur setur kiðlingana í pokann sinn. Sama er upp á teningnum í Rauðhettusögunni en mér brá einhvern tíma þegar ég var að lesa Rauðhettu fyrir börnin mín og þær Rauðhettu og amman þær flýðu inn í skáp og þegar veiðimaðurinn kom að þá fangaði hann úlfinn og úlfur var síðan sendur í dýragarð. Það nefnilega samræmist varla nútíma kröfum dýravernd að maginn á úlfinum sé fylltur af grjóti og hann síðan steypist í lækinn eða í brunninn. Og þá er það öskubuska líka, það hefur verið dregið svolítið úr henni tennurnar. En í þeirri gerð hennar sem að ég fékk að heyra í bernsku að þar heggur önnur vonda systirin af sér tærnar til að þá komast í skóginn. En hin heggur af sér hælinn til þess að komast í skóg öskubusku. En þetta kemur ekkert fram í Disney-útgáfunni. Það er nokkuð merkilegt vegna þess að börnin fá síðan miklu blóðugri sögur annars staðar. Ég er þeirrar skoðunar að við eigum ekkert að skemma gömlu góðu ævintýrin með þessum hætti, en við eigum auðvitað að leika okkur með þau eins og víða hefur verið gert. Ég held að með því að lesa fyrir börn myndist mikilvæg tengsl. Við bjóðum börnum upp á einstæða möguleika til þess að þroska vitsmuna sín og tilfinningalíf. Þetta er mjög góð aðferð til þess að hlúa að bernskunni. Þar sameinast barn og foreldri í lestrarnautn sem er alveg einstök upplifun, svo nota sér margtugginn frasi úr auglýsingunum. En ég þakka kærlega fyrir mig og vonandi hefur það sem ég sagði hér eitthvað verið gagnlegt. Takk fyrir og verið sæl.